Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almenn brot og prósent og við ætlum að skoða prósentureikningi þetta skiptið. Sjónvarp kostar 180.000, reiknað afsláttun og hvað þarf að borga ef afslátturinn er 10%. Þá þurfum við að segja að finna 10%. 1% var þegar við deilum með 100 því að prósent er alltaf 1/100, en 10 er þá 10 sinnum meira eða deila með 10. Þannig að 180.000 deilt með 10 og það er 18.000. Þannig að afslátturinn er 18.000. Hvað þarf ég þá að borga? Þá þarf ég að gera 180.000 mínus 18.000 og þá fæ ég 162.000. Sama hér, ég þarf ekki að reikna aftur hvað 10% er. Ég veit að það er 18. Þannig að 30% hlýtur þá að vera 3 sinnum 18.000. Það er þá afslátturinn og hann er þá 54.000. Svo dreg ég það frá 180.000 og þá þarf ég að borga 126.000. Þetta er alltaf spurningum, finna afsláttinn. Ég get þurft að gera það í fleiri en einu skrefi. Draga hann síðan frá upphæðaverðinu og sé ég hvað ég þarf að borga og passa að lesa. Hvað er spurt um? Er spurt um afsláttinn, eins og hérna, eða er líka spurt um hvað þarf að borga? Eða er bara spurt um það? Lesa textan vel. Finna 12% af 360. Þarna er einfaldast í raun að byrja á að finna alltaf hvað 1% er. Þá ger ég 360 deilt í 100. Þegar ég finn 1% þá er ég alltaf að deila með 100 því að prósent er alltaf af 100. Og það er 3,6. Ég á að finna 12%, þá ger ég 3,6 sinnum 12. Því ég er með 12 sinnum 1%. Og þá fæ ég 43,2. 99. Hérna ætla ég að finna hvað 1% er. 120 deilt með 100. Það er 1,2. Nú hef ég 2 valmöguleika. Annað hvort að segja 1,2 sinnum 99, sem er svona leiðin sem við förum oftast, og þá fæ ég út úr því 118,2. Nei, 118,8. Ég get líka gert 120 mínus 1,2, sem gefur mig líka 118,8. Það er sama hvora leiðina ég fer. Af hverju ger ég mínus 1,2? Jú, þetta er 99%. Hvað vantar mikið upp í 100? Það vantar bara 1%. Þannig að þetta er 1%. Þetta var 1% muniði. Einu svona minna en heldin, 100%. Þannig þess vegna dreg ég þetta 1% sem í þessu tilfelli er 1,2 frá 120. Hvora leiðina þið farið hérna skiptir engu máli. Síðasta 666 deilt með 100 er 6,66 sinnum 2,5. Þá fæ ég 16,65. Ég markvaldi með 2,5 af því þetta eru 2,5%.